Góðan daginn, elskurnar, og velkomin í Geimsýruna. Það þriðjudagsmorgun, 30. júní. Heyrðu, kids, í gærkvöldi þá horfði ég á kvikmyndina Bugonia, sem sagt í annað skiptið, og með Emmu Thompson og Emma Stone og Jesse Plemons og alveg ótrúleg ræma, ef svo má segja. Hún leikur, sem sagt, hún Emma Stone, sem sagt, valda mikla, svona forstjórakonu yfir stóru lyfjafyrirtæki sem að, sem sagt, Jesse Plemons, hann leikur Teddy Getz. Teddy Getz, hann heldur að hún sé geimvera eða Pleiadian, og hann rænir henni. Og hann heldur að geimverurnar séu hérna á jörðinni, sem sagt, að rauninni að ræna mannin, lífsviljanum og eyðileggja fyrir manninum hérna á jörðinni og drepa býflugurnar. Og það fer eitthvað svakaleg atburðarás á stað, þar sem að hann heldur Emma Stone í, sem sagt, kjallaranum hjá sér, bara svona hefðbundið mannrán, og hann fer að gera alls konar svona tilraunir á henni og verður alveg sannfærður um það, hún sé ekki bara Pleiadian geimvera, heldur líka bara prinsessa, bara með eitthvað svona háan genakóða sem bara svona aðal geimveran og þetta var sjúklega skemmtileg mynd. Ég var sem sagt að sjá hana í annað skiptið og það, til þess að gera langa sögu stutta, og nú bara spoiler alert hérna til ykkar, ef þið eru ekki búin að sjá hana og ætlið að sjá þessa kvikmynd, þá bara muni verið að slökkva núna, en ég læti þetta flakka. En það kemur svo bara í ljós að hún, Michelle Pfeiffer, eða Emma Stone, að hún Pleiadian eftir allt saman. Nema Teddy Getz, hann var búinn að misskilja þetta svolítið. Því raunverulega var málið það að the Pleiadians, þeir voru búnir í tugþúsundir ára að reyna að bjarga mannkyninu og jörðinni undan sjálfum sér. Eða náttúrulega bjarga jörðinni undan mannkyni og bjarga mannkyni undan sjálfum sér. Því að við værum svo trillt og svo samkenndar skert. Og þetta var bara ákveðið mission. Það var bara ákveðið mission að reyna að bjarga manninum með því að aktiveita inn í genum mannsins eitthvað svona kóða sem snýr að samkennd. Og á þessari mynd hérna, ljósmynd, þá sjáum þið sem sagt Emma Stone eða Michelle Pfeiffer í sínu rétta eðli í lok myndarinnar. Þetta loka atriði í myndinni var svona svolítið til þess að gagnrýnendur bara hristu hausinn og sögðu bara þvílík steypa, eins og myndin var nú góð fram að þessu. En lokaatrið alveg trillt. Þarna hún semst komin borð í geimskipið og hérna endar myndin, þar sem að hún með hennan þyrna og stingur bara með einni handarhefingu í gegnum þessa himnu sem að heldur utan þetta jarðarlíkan, sem by the way flatt. Það mjög áhugavert. Og sprengir sem sagt þessa himnu og fyrir vikið deyðir alla manneskjur á jörðinni á einu andartaki. Og lokaatriði sem sagt, svo sem sagt nokkra mínútna sena þar sem að látið fólk í hinum ýmsu aðstæðum sýnt. Dýrin lifa, náttúran lifir en mennirnir deyja. Ekki af sem sagt illum ásetning, heldur einfaldlega því að verkefnið sem snýr að því að bjarga
manninum mistókst og sko það var viss fegurð í þessu og þetta svona ákveðin svona skilaboð sem snúa náttúrulega bara að því að og veist hvað erum við maðurinn að gera hérna á jörðinni, við erum í stríðum og samkeppni, sundrung við erum í alls konar deilum pólitíska deilur þykja bara eitthvað svona norm með öðrum orðum við erum föst í heimi tvíhyggjunnar það sem meiri segja sko á æðstu stigum samfélagsgerðar þá þykir eðlilegt innan hugmyndarinnar lýðræði ekki bara kjósa annarkot hægrið eða vinstrið heldur sko er þetta smitað bara inn í tilfinningarnar okkar inn í sko þetta er orðið eitthvað svona menningarlegu stríði þetta er orðið eitthvað konar veist eitthvað konar frussu og ofbeldiskeppni sem einhvern veginn bara snertir á alla fleti mannlegrar eða mennskunar og þarna og þetta er orðið gróft og veist hægrið öskrar og vinstrið sem öfga og vinstrið öskrar og hægrið sem öfga og svo eru greindaskertir einstaklingar sem að miskilja allt og teygja sundur og saman og eru farin að fremja hérna einhver voðaverk og þetta þykir bara eitthvað svona normalt og hérna þannig að, þú veist, ég horfði á þessa kvikmynd í gær og maður bara eitthvað svona oh my god sko. Og svo sem sagt opna ég samfélagsmiðla í morgun yfir kaffibollanum og þá mæti ég þessu og maður spyr sig hvað er að frétta hér The Citizen Vigilante þetta er sem sagt bara einhver þýsk kvikmynd sem var bönnuð í Þýskalandi og það er ekkert merkilegt við þessa kvikmynd ef við skoðum bara sögu svona hefndarmynda þegar ég meina hefndarmyndir þá er ég að tala um eins og Charles Bronson munið eftir honum, leikarunum í Death Wish örugglega Death Wish 1, 2, 3, 4, 5 það var vinsælt hérna á ekki 8. eða 9. áratugurinn sko þegar að réttakerfið hefur brugðist og þá voru glæpamennirnir bara hvítir eins og hann og hvort að konan hans var drepin eða barnið hans eða eitthvað þá fer maðurinn bara út á nóttunni og drepur glæpamenn sama með The Punisher þar var að fjölskyldan hans sem var drepin réttakerfið bregst hvað gerir hann og bara hann fer hann sjálfur út og punisher liðinu og það þykir bara eðlilegt skilurðu, það er bara svona eitthvað norm þetta er bara sýnt bara Hollywood kvikmyndir, svakalegt stuð en svo kemur þessi mynd út og þetta er reyna ekkert annað skilst mér nema að í þessu samhengi þá eru glæpamennirnir ekki hvítir heldur innflytjendur sem sagt litaðir innflytjendur frá Miðausturlöndum og þessi þjóðveri hann er búinn að fá nóg af einhverjum gengdarlausum glæpum innflytjenda þannig að hann tekur málin í sínar eigin hendur og bara fer út með byssuna sína og hljóðdefinn og bara stútar þessu liði og það er víst eitthvað rosalegt lokaatriði þar sem að hann tekur bara heila fjölskyldu út bara bræður og systur og mömmur og pappa og ég veit ekki hvað og hvað okkur sýrleskri flótta fjölskyldu allt í nafni réttlætis því réttakerfið hafði brugðist en það er ekki frásögufærandi en þessi kvikmynd er sem sagt núna hún er bönnuð í Þýskalandi hún var bönnuð en á sama tíma hefði þetta verið The Punisher 2 þar sem hvítur maður drepur hvítan þá væri hún náttúrulega bara ekki bönnuð en það sem hann er að drepa hann innflytjendur þá var hún bönnuð því hún þótti vafasöm og það væri semst verið að bjóða upp á möguleikann að það væri verið að ýta undir svona ofbeldi einmitt í einhverju svona pólitískri svona afstöðu
innan einhverja afstöðu póla. Veist, því að eins og ég segi, hægrið og vinstrið, það bara, þetta orðnir svo háu tindar og andstöðunar eru orðnar svo miklar og ég verð að segja, ég er auðvitað maður sem hlynntur trúfrelsi, ég er maður sem hlynntur skoðanafrelsi og bara frjálsri tjáningu, ég er ekki hlynntur forræðishyggju eða skertri tjáningu, að við séum skert tjáningar, já, bara getu og eða tjáningamöguleikum eða íhlutun yfirvalds hvað það varðar, en á sama tíma veist þá bara finnst mér þetta allt sjúklað þreytt, veist, og þetta svona einhvern veginn tekur mig tilbaka í Bogónia sem ég sá í gærkvöldi. Maður einhvern veginn bara, ég er bara síðasti dagurinn í dag, þriðjudagurinn 30. júní, síðasti dagurinn sem ég er 40 og eitthvað, á morgun er ég 50 og maður bara svona hálfpartinn, veist, svona heilt yfir, maður bara er búin að missa trúna á mannkynið og hvað var það einhverja geimveru sem ekki að sýna sig, ég meina I wonder why, skilur við erum náttúrulega bara samkenndar, skert tilfinninga, greindar, skert, sko, morðóðir, ADHD, meðvirkir vinnumaurar. Og svona séð og fjarlægð, ef ég væri higher intelligence, sem sagt, einhvers konar vitund sem hann búin að ná einhverjum tilfinningalegum, andlegum, vísindalegum, samfélagslegum þroska og ég myndi horfa niður á jörðina eða bara horfa í kringum mig úr einhverju annari vitt, ósýnileg vinnumörunum, mönnunum, myndi ég hafa áhuga á því að vera að gera mig eitthvað sýnilegan? Nei, ég myndi bara fylgjast með eins og ég væri í dýragarði. Því að þetta lið væri náttúrulega bara óheyrilega óþroskað. Ég meina, við búum á einni plánetu og við erum bara eitthvað að réttlæta morð á hvort öðru í nafni hugmynda og trúabragða sem er náttúrulega bara galið. Nema þá kemur myndin er bönnuð í Þýskalandi, þá kemur sem sagt riddarinn Elon Musk sem er orðið eitthvað konar svona holdgervingur hægri frelsis og hann sem sagt tekur bara ákvörðun að myndin sem sagt bara aðgengileg á sínum miðli, hann ætla bara á miðil, hann á X skilur og nú er allt í einu bara Elon Musk bara, veist, hann bara deilir þessari mynd bara í fullri lengd á X í 48 klukktíma og vill náttúrulega bara fá sína viðurkenninga fyrir það því að allt er hann að gera í nafni tjáningarfrelsis og koma í veg fyrir sem sagt, eða afmá dygðarskreitingu vinstri sinna. Ég meina kids fucking maður, er ekki orðin þreytt á þessu og veist, hvað er að gerast hérna? Ég og veist langar mig að sjá þessa mynd Citizen Vigilante, nei mér langar bara ekkert að sjá hana og það hefur ekkert með enna pólitíska afstöðu að gera, ég get sagt ykkur hvað það hefur með að gera og það er það að á þessum tíma núna síðustu árum ég myndi segja kannski svona síðustu 3 árum auðvitað með hjálp psychedelics og sem sagt, já, og með aukinni rannsóknarvinnu og eftir að hafa hlusta á frásagnir fólk sem að segjast hafa upplifað kynni við aðrar sem sagt verur sem kyrðar eru áfram á samkennd eftir að hafa gengið í gegnum þessa andlegu uppljómun þá hef ég alltaf komist lengra og lengra frá sem sagt þeirri þörf minni sem ég alltaf hafði í að horfa og setja í mig efni, kvikmyndir, þættir
það sem að gengdarlegt ofbeldi er sem sagt útfært. Ég bara sorry, er ég orðin hérna að einhverju blómi, er búið að kvelja í mér stríðsmannin, það er kannski margir sem vilja meina það, en þvert á móti, ég lít svo á að ég sé búin að breytast úr heimskingja og hræstnara, því aldrei sjálfur væri ég hæfur til þess að beita þessu gengdarlega ofbeldi sem ég sé í og hefur verið að dásta af á skjánum. En er ég að breytast sem sagt í andlegan stríðsmann og svarið er já. Það er bara ekki flóknara en það. Taugakerfið mitt virðist vera orðið viðkvæmara fyrir svona, hvað ég segja, raunverulegu ofbeldi sem ég sé á skjánum. Ég höndla þetta bara ekki lengur. Það er bara ekki flóknara en það. Vill ég hvetja fólk til að horfa á Bugonia? Nei, alls ekki. Talandi ofbeldi, það er nefnilega alveg ofbeldi í þeirri mynd og það voru alveg atriði, það sem ég þurfti bara að halda fyrir augun, ég gati þetta ekki, en einhvern veginn skilaboðin voru svo sterk og þau snéru bara einhvern veginn ekki bara til einhvers afmarkaðs hóps innan einhvers konar pólitískra nálgunar hérna á jörðinni, heldur bara snéru hún til okkar allra. Og með öðrum orðum, ef að við hefðum í þessari mynd eða í þessari narratífu sem myndin bauð okkur upp á, ef að við maðurinn hefðum getað einhvern veginn að aktiveita þessi samkendar part í genunum okkar og risið upp í samkend, þá hefði þetta ekki gerst. Íhlutun the Pleiadians og maðurinn eða tilraunin maðurinn einfaldlega bara endað, bara tekið leik. Það er svo bara þannig. Sjá hvað þetta er auðvelt fyrir hana, flottu kjóll, samvistingur, hvað sem þetta nú er, geggjastöf. Herraskunnar, þetta var rantdagsins, 17 mínútur á engu. Þykir vænt ykkur, þar til næst, namaste.